hátíð og velkomin í laugardagskvöld sem með nokkuð öðru sniði að þessu sinni í tilefni hátíðanna. Hér verður stöðugur gestagangur eins og á mörgum heimilum jólin og 5 gerólík tónlistaratriði en hvert öðru betra. En við skulum ekki tefja frekar við. Fyrstu gestir okkar eru leikarar úr Þjóðleikhúsinu sem frumsýndu á öðrum jólum sönglengin með fullri reisn við feikna góðar viðtökur. Rúnar Freyr, Ólafur Darri og allir verið velkomnir. Takk fyrir. Og til hamingju með þessa skemmtilegu sýningu. Takk fyrir. Þetta með fullri reisn, þetta byggt á þessari mynd sem að margir sáu, Full Monty. Bara algjörlega, þetta bara sama handrit og skemmtilegt eins og menn vita og myndin var. Já. Og svo búið að semja svona söngleik í kringum þetta sem búið að slá í gegn bæði á Broadway í New York og London. Já. Og miklu fleiri stöðum. Og miklu fleiri stöðum, já, út alla heim. Og nú síðast á Íslandi. Ólafur Darri, þetta fjallar hvað? Það fjallar menn sem eru að gera hvað? Þetta svona smábæ þar sem að skipasmíðastöð hefur verið, öllum skipasmíðastöðum hefur lokað og það eru svona flesti karlmenn búin að missa vinnuna sína. Já. Og ég hafði svona bara bábúið ástand í bænum. Já, og þeir taka upp á því eins og við sáum í myndinni að fara að fækka fötum til þess að eiga í sig og á, í sig allavega, þeir kannski ekki eiga mikið á sig, þeir eru búin að... Nei, þeir taka til þessu örþriðaráðs, bara það er ekkert eftir. Já. Og konurnar eru einhvern veginn stjórna þessu, þeir eru ríksuga heima hjá sér og vaska upp og þessir menn einmitt, bara eitthvað vitleysa og þannig að þeir verða að fara að gera eitthvað og þetta er eina ráðið sem þeir hafa. Já, og nú þegar komir að kjarnamálsins í myndinni náttúrulega þar fara þeir öllu fötunum í lokin. Þið eru að stóra sviðið Þjóðleikhússins fyrir fram að fullan sal. Hvernig leysið það mál? Já, ég meina það er ekkert hægt að fela þetta. Það er engar tæknibrellur í leikhúsinu eins og þú veist. Þetta er svona, má segja að þetta sé svona svar Þjóðleikhússins við Píkosögum í Borgarleikhúsinu. Nema munurinn á okkar sýningu og þeirra þess að þær sitja og ræða heilt kvöldum sín helgustu leyndarmál. Við afhjúpum þau bara, skilur við, og engar efjar. Þið gerir það? Við leysum þetta bara á mjög einfaldan hátt. Við bara förum úr öllu. Og hvernig það? Ég meina, leikar eru ekkert mjög spérhættir, en þetta nú samt sem áður svolítið skref. Hvernig gekk ykkur að fara í gegnum fyrstu æfingarnar? Já, ég meina Kjartan Guðjónsson, leikari, sem með okkur í þessu. Sem með okkur, já. Honum finnst þetta rosalega, hann talaði hvað, frelsistilfinningu. Hann hefur stundað þetta í mörg ár. Hlaupið alls bara gangar og hefur ánetjast. Þetta var þessi skrítið tilfinning að það fyrst. Það voru ljósin ekki tilbúin og þeir vissi ekkert alveg hvenær plakkatið átti að vera og við stóðum bara þarna og starfsfólk, allar deildir voru farnir að koma inn. Miðasalan kominn allt í inn á einhverjum staði sem maður hefur ekki séð þar áður. Þetta var mjög sérstök tilfinning, en svo verðst þetta og það gekk vel á frumsýningunni. Þetta náttúrulega allt saman eðlilegt. Þetta eru hinar einu sönnu jólakúlur sem Guð gaf okkur og við þurfum ekkert að skammast okkar fyrir þær. Svo er þetta líka gaman hvað Þjóðleikhúsið er alltaf með puttan á púlsinu. Núna er búið að banna engadansinn en Þjóðleikhúsið gerir sér grein fyrir því að það eftirspurnin er ennþá fyrir hendi og er í formi listarinnar að koma með að sinna þessar eftirspurn. Þannig að þið verðið þarna berir á sviðinu eitthvað langt fram á næsta ári eða lengur. Já, sennilega Ein svona tæknileg spurning sem að fólk hefur svolítið verið að velta fyrir sér eftir frumsýninguna. Ég veit að frá ykkur gegnum tíðina að það er oft frekar kalt á sviðinu til þess að menn svitna ekki mikið þegar þeir eru að leika. Það og sem sagt þegar menn eru að koma alls meiri fram, hvernig fer kuldinn til dæmis í ykkur? Já, það er lausn við þessu vandamálum. Hún er kennd í Leiklistarskóla Íslands. Þetta er fróðleikur sem hefur varðveist frá því fyrsti leikarinn þurfti að klæða sig úr fötunum á sviði. Þetta er ákveðin tækni sem byggir á sömu tækninu og þegar eldur er kveiktur, þú veist, með gátaðferðinni, það er þessi kjöldna, Þetta svona ylja manni þegar maður er rétt áður stíðinn á sviðið, Já, herðu, ég þori ekki að fara lengra með þetta viðtal. Þið ætla að sýna okkur eitt atriði úr sýningunni, hvað er að gerast í þessu atriði? Það sem er að gerast er að við félagarnir, Dabbi og Gunni, þeir koma og... Já, ég er ekki alveg upplæður í þetta, held ég. Fyrirgefið eftir okkar. Já, einmitt, hann er greinilega hvori karakter að Atli, því að maður sem hann leikur er svona dálítið down og líður illa og atvinnleysið er að fara illa með alla þarna og hann grípur til þess örþriðaráðs að bara binda enda á þetta. Og ákveður bara að drepa sig og þeir koma á það sem hann er komin inn í
Já, fyrir ekki. Vá. Hvað er þetta að gera? Sko, ef þú ætlar í alvöru að drepa þig... Átt að fá einhvern vinni til að hjálpa þér. Já. Ég á enga vini. Herðu, við vorum að bjarga lífinu hérna, ekki segja þú enga vini hérna. Ákvæmlega, ég myndi keyra yfir það á nóinu og þú bæðum það. Fyrirgefðu þið, strákar. Ekkert að fyrirgefa, við erum viniðinir. Hver ætti annars að hjálpa þér að kála þér, ha? Við finnum stein, ég meina rosa stein, nú eða kannski sveran stein, fulltein, ég tek hann og fruma fast í hausinn á þér bein, minn kæri, og meðan lífið fjarar út, þá sérðu mig og þú veist að þú átt vin, sem á stein, já vin, ég meina rosa stein, eða band, ég á ágætis band, fyrir þann sem hefur siglt í strand með líf sitt, minn kæri Magnús. Nei, það er sko Magnús. Magnús sem þetta. Ég læti ekki engjast þar, organdi með spriklandi lappir þar. Ég tek í fót og kæri vinn, svo kippi ég og slíp. Finnst ekki kvöld, það er svo sárt að kynnast grimm og spilltum siðum, en ekki drepa. Það sjá við þú átt þér vin, þú átt þér vin. Veist það, ég bæði einn náunga einu sinni að negla nagla í gegnum auga á mér með naglabyssunni sinni. Hvað sagði hann? Ég á svo lítið af nöglum. Fólk eru eigingerðir aumingi. Já, það er að meina það að þið hafi líka spáð í að treyna. Já, svona, cirka einu sinni á dag. En af hverju gerir þetta? Æ, hann Dabbi hérna segir að þetta alveg ganga frá sér. Herðu, við gætum sett plastboka yfir hausinn. Æ, nei, Dabbi, það er svo auðmíkjalegt sjálfsmorð, Heyrðu, ég prófaði einu sinni að stinga puttanum beint inn í rammaxinn, sko. Það var alveg hrikalega sárt. En það sko draf mig ekkert, sko. Magnús, verður ekki að skipta þér aðeins? Ég á vin, og rösta vin, og eins og einhver hljómsveit söng eitt sinn, þá getur traustur vinur gert kraftaverk. Ég lít öll, þar eru við, tveir traustir vinir mér við hlið. Mér finnst ég tilheyra hóp, gengið ég komin þér í lið. Hey! Snúum hann úr lið, sneiðóttum rosa stein, háls úr lið myndi lina þjáningarnar, en steinn gerir sama gagn. Æ, kallmannlegu dauðdagi, mangi! Magnús! Ég á vin sem endalaust vilja vel, og væri ég með til í að baki sem besta vin. Ég á vin sín á þér, strjúka raklega bladi og bjóða þér faneitra súkkulaði og streifa þér í höndina með stein. Sko rosa stein, það. Nei, heyrðu, Dabbi, það er nágæti stein, það. Heyrðu, að ég hjálpaði með það, mér síðast að teka hérna. Nei, Dabbi, he ain't heavy, vinur minn. Ok, stopp nú! Þetta er með hausnum. Það var glæsilegur flutningur hjá leikurunum, en það er stundum sagt að Íslendingar séu ekkert alltof trúræknir, en yfir jólaháttíðina rækta sem betur fer flestir Íslendingar kirkjuna sína með einhverjum hætti. Fáir þó jafn mikið og fjölskylda næstu gesta, því hingað eru komnir herra Karl Sigurbjörnsson biskup og sonur hans Guðjón Karlsson leiklistarnemi. Verið velkomnir. Takk fyrir, takk fyrir. Hafið ekki haft það gott yfir hátíðarnar? Jú, rosalega gott bara. Já. Ekkert of gott, nei. Jú, er það ekki bara. Jú, allt og gott bara. Já. Er ekki allt með hefðbundið snið á ykkar heimili svona yfir hátíðarnar? Jú, alltaf seint. Já. Það tilheyrir á jólunum að reyna að halda öllu í föstu, góðu skorðunum. Já. Eins og hægt er. Já. Guðjón, þitt jólahald sem barn hlýtur að hafa markast af því að faðir þinn og afi voru prestar og biskupar. Já. Það, maður er alinn upp við það að fara alltaf í messu á aðfangadag og það er ekkert jól án þess að fara í messu, sko. Nei, einmitt. Ertu trúaður sjálfur mjög? Já, ég er það. Já.
fer alltaf í messu þegar pabbi að messa. Hann uppáhaldspresturinn minn, sko. Faðir þinn var auðvitað biskup og hann var háskólaprófessor. Var hann starfandi prestur þegar þú varst barn? Nei. Hann var háskólakennari en gerði eða tók þátt í kirkjustarfi, messaði og skýrði og gifti. Jafnvel inn á okkar heimili. Svo að þetta var partur af bernskunni, svo sannarlega. Einmitt. Maður velti því stundum fyrir sér yfir jólin líka því að þú hefur talað fyrir því Karl og kirkjan sem heild að jólin eigum við að hugsa þá sem að eiga bágt og jafnvel þá út í heimi sem að við erum kannski að gefa jólagjafir sem að gætu gefið þessu fólki vatn fyrir lífstíð eins og hjálparstarfsmaðurinn hefur orðað það. Er ekki hvaða ráð gefur manni að því að maður gæti dottið í það að vera of upptekinn kannski af því eða maður þarf líka það ekki aðeins að bæja þessu frá sér til þess að geta þó allavega glaðst heima þrátt fyrir erfiðleika annars staðar? Jú, það verðum við að gera og gjafir eru svo ómissandi þáttur í jólahaldinu þess að jól eru hátíð gleðinnar og gjafir eru tjáning kærleika, væntum þykju og gleði en við verðum samt að muna það að sælla að gefa en þiggja og gjafir okkar þær ættu að verða til þess að koma þessum mestum notum og hvar koma þær þessum mestum notum? Oft förum við yfir striki í þessum efnum, við spennum bogan á hátt og við munum ekki eftir því að bestu gjafirnar eru ekki endilega dýrustu gjafirnar eða mestu gjafirnar. Bestu gjafirnar eru þær sem koma frá hlýju og hjarta. Frá hjarta til hjarta. Einmitt. Og jólahaldi snýst þetta. Það snýst það að greiða þessum hlýju og góðu tilfinningum veg meðal mannanna. Einmitt. Koma þetta greina yfir þér, Guðjón, að verða prestur af þessara miklu prestafjölskyldu? Nei, ég held að kvótinn sé búinn, sko. Það bara þannig. Þessi fjölskylda fékk bara ákveðna kvóta út af hann og hann bara búinn, sko. Og ég held ég ekki eldri þegar systir mín byrjaði með presti, sko. Þá var mér öllum lokið, sko. Og ímyndunaraflið ennú ekki meira en það, sko. En nei, það kom aldrei til greina, sko. Einmitt. Svo spurning hvort þessi störf séu nokkuð svo ólík. Ég segi alltaf að þetta svona, ég valdi bara svona hliðarrein, sko. Já, einmitt. Og þetta eru náttúrulega miklu leikarar, prestar, sko. Já, það ekki, Karl? Já, ég held að þetta sé mjög af sama toga. Guðsdýrkunin, tilbeiðslan, móðir leiklistarinnar og annarra lista. Og vissulega preststarfið, það hliðstætt starfi leikarans að því leyti. Það verið að fást við texta, við persónur, við tilfinningar. Það að koma boðskap á framfæri. Það eru sömu megin lögmálin í gildi þar. Stærsti munurinn kannski að presturinn líka handritshöfundur að einhverju leyti. Já, en leikarinn laus við það, sko. Það var nú einu sinni maður sem eða prestur sem spurði leikara hvernig stendur á því að þegar við stöndum í stólnum að þá hlustar enginn. En þegar þið leikararnir farið með þennan texta á sviðinu þá hlusta allir. Og þá sagði leikarinn að það vegna þess að þið farið með sannleikan eins og hann væri hégómi, við förum með hégóma eins og hann væri sannleikur. Þannig að þetta nú alltaf, þetta glíman í preststarfinu. Það það að við okkur falið að bera fram sannleikan eins og hann sem sannleikur. Einmitt. Og stundum erfitt að feta það einstigi. Þú veist að við spurðum það í ágætu blaðaviðtali daginn hversu mikið prestar ætti að koma inn á þjóðfélagsmál og hvað eina. Svaraði því ljómandi vel. Ég þakka þér fyrir. Já, væri til endur taka svara, það ásækjandi vitt. Þetta auðvitað svolítið tæpur stígur þarna á milli, en vissulega tilgangur boðunarinnar að tala inn í samtíðina og þá hlýtur hún að snerta það sem brennur á fólki í samtíð sinni. Það óhjákvæmilegt. Við ætlum að heyra núna sálmfluttan frá hinum frábæra kór Skóla Kantorum sem þér að góðu kunnur. Já, sannarlega.
og textahöfundurinn eða höfundur ljóðsins ykkur báðum að góðu kunnur, afi þinn, faðir þinn, Dag í senn. Hvað getur sagt okkur þennan sálm? Þetta yndislegu texti og hrífandi lag og sem að minnir okkur á að það sem okkur gefið í rauninni bara dagur í senn og andartak í einu og við gleymum því nú stundum af því að við viljum horfa langt fram á veg en okkur bara gefið dagur í senn og andartak í einu og það Guð sem gefur þá og við fáum að þiggja það úr hans hendi og það undursamlega. Ég veit að kynnum mínum við leikara, þeir taka það mjög alvarlega, þeir taka bara einn dag í einu, hugsa aldrei morgundagi. Það dýrmætt. Núllpunkturinn. Já, hverjum degi nægir sín þjón. Já, einmitt. Við skulum heyra í skólakantorum. Kæra þakki fyrir komin að báðu þeir. Læsilegu flutningur og við erum komið hátíðleika svip hér hinum megin. Til mín eru komnir tveir kvennskörungar. Það Sif Friðleifsdóttir umhverfisráðherra og Kolbrún Bergþórsdóttir rithöfundur sem var efst eða ofarlega á öllum metsölulistum fyrir jólin með bók sína Jón Baldvin. Verið velkomnar og gleðilega hátíð. Takk sem þess. Ekki búið að vera notalegt yfir hátíðarnar hjá ykkur? Letijól. Já, letijól. Já, alveg letijól. Þetta yndislegasti tími ársins. Bara sofa, vakna, lesa, borða, horfa á vídeó, dásamlegt. Þetta svona þér líka? Já, að vísu eigum við 2 syni þannig að það svona ýmislegt stús í kringu þá. Já. En þetta hefur verið mjög hefðbundið. Já. Við förum nú alltaf þarna á Þorláksmessu til tengdaforeldrarna í Skötu og förum svo heim og þvoum öll fötin og borðum góðan mat og liggjum í leti og snúum eiginlega á sólarhringnum við. Einmitt. Við vökum þetta alltaf mikið frameftir og sofum frameftir morgni og svona. Er það ekki, hvernig það fyrir ráðherra? Er hægt að stimpla sig alveg út
jólin? Ég meina, er ekki alltaf eitthvað svona pínulítið sem að þú þarft að sinna eða? Jú, það er ofsalega erfitt að loka alveg á allt og hugsa ekki neitt pólitík. Það er nánast ekki hægt. Það er alltaf aðeins þarna í bakhöfðinu. Maður er að lesa eitthvað gögn og það kemur alltaf eitthvað upp á. Þannig að það er ríkisráðsfundur á Bessastöðum á gamlársdag. Þannig að það er alltaf eitthvað í gangi. Einmitt. Hvernig er það, því að nú eru þið búin að vera í ríkisstjórninni, þegar það sé ekki allir saman en Framsókn og Sjálfstæðisflokkur í 8 ár. Eru þið orðnir vinir, gefið hvort öðru jólagjafir til dæmis og svona? Nei, við gefum nú ekki jólagjafir en við kyssum hvort annað á kinnina og óskum gleðilegra jóla og svona. Þannig að við erum orðið miklu vinir, myndi ég segja. Og mér líkar mjög vel við mína samstarfsráðherra. Bæði auðvitað í Framsóknarflokknum en líka í Sjálfstæðisflokknum. Þannig að þetta verða náin tengsl og þeir sem að sitja svona við ríkisstjórnarborð, þar sem að allt er sagt, oft eitthvað sem er kannski ekkit þægilegt fyrir Framsóknarflokkin eða fyrir Sjálfstæðisflokkin. Að menn tala viðkvæm mál og treysta okkur öðrum fyrir því, án þess að það leiki út, að það verður svona ákveðið tilfinningasamband við svoleiðis borð. Gefa okkur tilfinningulegt svigrúm. Já, nákvæmlega. Gott að heyra. Þetta var mikið áhrif þér, Kolla, og þú ert nú mikil bókamanneskja, einhver frægasta bókamanneskja þjóðarinnar og nú varstu sjálf með bók þessi jól. Já. Hvernig tilfinning var það að vera í þessu? Og þetta var dálítið mikið verk og þannig ég lifði mig mjög inn í þetta. Ég hugsaði eiginlega voða lítið viðtökur. Kannski nema rétt þegar ég var að byrja. Þá hugsaði ég, þetta lítur að ganga vel. Ég meina, Jón er svo snjall og þú veist, ég blaðamaður, já, kunna þetta. Og þetta gekk svo vel upp. Þannig að ég hugsaði ekkert mikið viðtökur, ég er ekki ennþá búin að átta mig almennilega á þeim. Nei, einmitt. Því það er ekki eins og peningar sé að rúlla inn á mína banka, eða eitthvað slíkt. Ég lesið upp á nokkrum stöðum sem að, mér fannst mjög gaman. Það var kannski það sem ég var hræddust því að þó að, mér stændi algjörlega á sama myndavélar. Þá verð ég satt sig á dauðhrædd þegar það er að tala fyrir framan, fólk. Og þetta var tortúr í 2 skipti. En svo var ég farin að hafa svo gaman að þessu að ég var farin að lesa miklu meira og var að hugsa hvort ég ætti að bjóðast til að lesa lengur ef fólk vildi. En ég kunni ekki alveg við það. En þessi vinna við bókina sem að varst ekki að þessu meiri hlutan af árinu eða svona seinni part ársins? Já, ég fór út í febrúar fyrst og þar var til svona grunnur og svo fór ég út seinni part sumars og þá var ég í mánuð og við lágum yfir þessu við Jón Baldvin og það var mjög fyndið, mér skilst að hann hafi lest 10 kíló, það voru bara 3 hjá mér, ég er nú búin að ná þeim núna jólin, Ég var ofsalega gott að missa svona, einmitt á haustin, og geta svo bara, legið, einmitt, og bara getið, En svona leyndamál sem að Sifi nefnir, inn á ríkisstjórnarfundum og þar sem að menn koma kannski ekki endilega vel út hver gagnvart öðrum og þjappast saman fyrir vikið, það var náttúrulega eitthvað það í þessari bók en ekki mikið, en það var hann ekki komin í ríkisstjórn þegar bókinni lýkur. Er það í næstu bók eða hvernig? Já, hann sagði mér svona nokkra sögur sem hann var að setja í seinna hefti. Það eru nokkra rosalega krassandi. Nú, er það? Já. Það var aðra bók Já. Er eitthvað með Sif? Nei. Sif er svo góð stúlka. Það byrja að skrifa ekki með þetta og mást þarna. Já. Og kemur það út á næstu jól? Veistu, ég bara veit það ekki. Nei, þú veist það ekki? Nei, það var alveg nóg að koma þessar út. Við vorum ekkert að vinna í seinna-bindinu. Þannig að ég veit það ekki, hvort það kemur næsta. Já, eitt sem ég verið að spyrja þig að því að þú sagði að Jón er svo snjall. Einhverjir sem voru að hnýti þig sagði, hvernig getur Kolla skrifað Jón? Hún dýrkar mannin, hún sér ekkert vontu við hann. Hvernig þú lítur að heyrt þetta ótal sinnum í jólabókavertíðinni? Já, en menn verður líka að hvernig bók þetta er, Þetta er bók hans sýn á tilveruna og hans hugmyndir. Það er enginn að blanda sér inn í þá frásög, Þannig að ég hugsaði hann alltaf þannig og hann gerði það. Þannig að það er hann sem talar í þessari bók, Og lykillinn af þessu held ég bara, við Jón þekkjumst og það þurfti einhvern sem þekkti hann til að fá hann til að setjast niður og tala inn á gang. Og ég var mjög ströng í því, Hann sagði, hvað er planið? Gamla kennslukonan komið fyrir. Já, það er bara, nú setjast þú niður, nú byrjar þú og segir mér frá þessu. Heldur að þú látir skrifa þig ævisögu þegar þú hættir í pólitíkinni? Þú byrjar ung í pólitíkinni, þú mynd hafa frá nóg að segja þegar þú hættir. Já, veistu, ég er ekki viss um það. Kíklar hann ekki það? Ég held að maður sé ekki bært þess að ákveða það svona í miðjum klíðum. En ég er að skrifa dagbók á netinu, á sif.is. Já, akkurat. Ég hef stundur svona haft það í huga að ef til kemur, sem að ég nú alls ekki viss um,
að þá þar heilmikill sko brunnur úr að taka. Maður getur það átt að sjá því hvað maður var að gera á hverjum tíma, svona nokkurn veginn. En manni finnst maður ekki að vera nógu merkilegur einhvern veginn til þess að láta skrifa sig einhverja bók eða... Nei, það ekki allir eins merkilegir og Jón. Kannski finnst maður merkilegri í svona síðar, ég veit ekki. Já, þú ert alveg nógu merkilegur. Annars langar mér Það ómerkilega fólk að þú fengið sæfi. Já, ég meina, auðvitað kannski maður frumherji að vissu leyti í ýmsu. Já. Og það ekkert mjög margar ungar konur í pólitík sem að byrja í stjórnmálum snemma. Maður var fyrsta konan sem var formaður sambandsungra Framsóknarmanna til dæmis í 52 ára sögu sambandsins þá og svo framvegis. Þannig að maður búinn að koma víða við, en samt finnst mér það einhvern veginn ekkert heima endilega í einhverju bók. En ég ætla að verða að fá kommentar á það, þið eru báðar stór glæsilegir auðvitað. Takk sömuleiðis. Það var bara því ég var bara fyrst. Nei, ég var það að því að ert ekki í selskins skokkur? Jú. Þetta selskinn? Já, þetta selskinn, þetta jólaselur. Ertu ekki að fórnaði viðskiptahagsmunum og hugsaðu erlendis? Þessi þáttur sýndur allan heim. Já. Nei, ég sumir halda að sé eitthvað svona freudískt á bak við þetta. Ég sé að reyna að herma eftir formanni Framsóknarflokksins sem forláta selskinsjakka. Nei, satt best að segja, þá fór ég á handverkssýninguna, Vestnorrænu, sem var hérna daginn, sem samstarfsráðherra. Þá fannst mér ég yrði nú að mæta þar og ætla nú rétt aðeins að kíkja við. En það endaði með því ég fór út með jólakjól í poka og keypti austurgrænlenskan sel. Og mér líður bara mjög vel í honum. Og reyndar svolítið hrifin af svona alls konar skinnum og ég man eftir því það NATO-fundurinn var hérna og hann mætti Lord Robinson. Já, einmitt. Og hann var alveg þvílíkt hneykslaður af því ég var með svona eitthvað minkaskinn hálsinn og Davíð Oddssyni tókst nú þetta vekja athygli á því þarna og hann var alveg hneykslaður á því að umhverfisráðherra væri bara með lifandi, reyndar dauðan, fyrrverandi lifandi dýri, eitthvað svona skinn hálsinn og bara gengi þarna salina eins og ekkert væri. Já, í útlöndum væri kastað í veggjum. Er það ekki? Ég gerði grein fyrir því. Myndirðu að fara í þessu viku þegar á ráðherrafund? Ég var í kjólnum núna bara í síðustu viku. Já. Í Svíþjóð. Og vaktið bara lukkuð? Nei, ég fekk svona smá athugasemd. Þú fór að vera í sel. En Svíarnir eru nú líka alveg sérstaklega erfið í þessum málum. Það var mjög gaman út af því að mæta þarna. Já. Hefðirðu til og með geta verið í hval. Nú veit ég ekki hvort það eru framleiddir hvalskokkar. Veistu, ég er að leita mitt að slíku. En þetta ár, það örfáu dagar eftir þessu ári. Hvernig, þetta var mikið ár fyrir umhverfisráðherra, hlýtur að vera? Já, svo sannarlega. Og reyndar hafa öll árin verið mjög strembin og mikið að gera. Einmitt, umhverfismál. Já, þau eru að verða svona þungavíktan mál, má segja, öllum vestrænum ríkjum og sjálfsögðu hér líka og mjög viðkvæmir eins og allir hafa séð. En þetta hefur verið mjög gott ár fyrir mig, myndi ég segja. Já. Ef maður á að horfa svona mjög sjálfskvert á málin. Já, ég er að biðja það, spurningin gengur út á það. Að þá verið að mæla svona vinsældir ráðherra í Gallup-könnunum. Já. Og þó maður ekki að taka það alvarlega, þá samt sé ég að ég hef komið frekar vel út úr því og vaxandi, þannig að ég nú þakklátt fyrir það. Já, einmitt. En það hefur þetta verið mörg skemmtileg mál sem maður hefur tekið þátt í og ég held að Jóhannesarborgarfundurinn var mjög minnisstæður, sko. Mjög mikilvægur. Þar náðum við miklum árangri með málefni hafsins sem ég veit að Íslendingar átta sig ekki á núna en munu skynja síðar þegar að við náum að kynna það betur. Leggja inn? Já, við gátum náð þar samþykkt allra umhverfisráðherra heimsins á því að það er að setja upp svona vettvang til þess að skoða með reglulegum hætti ástand hafsins og hvaða áhrif ástandi í hafinu hefur á efnahagslega og félagslega þróun. Og það er sko ekkert lítið mál fyrir, ekki bara fyrir Ísland heldur fyrir allan heiminn. Var þetta hápunktur ársins fyrir þig líka? Hafið? Já. Ég skil ekkert hvað hún er að segja. Nei, botna ekkert í þín. Hvernig var þetta ár fyrir þig? Nei, þetta var mjög, svona skemmtilegt og óvænt ár, kannski líka út af þessari bók og hvað hún gekk vel. Svo finnst mér þetta spennandi ár í pólitíkinu og það er ekki kurteilegt að segja þetta þegar Sif er hérna. Ég vil óska eftir ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Þú ætlar að óska eftir? Já, ég ætla að óska eftir henni. Nú verða Össur og Davíð að fara að tala saman. Það er himinn að hafa milli þeirra, þannig að við erum í góðum málum hérna. Við sjáum hvað gerist með það, en óskin er komið á framfæri. En við ætlum að vinda okkur yfir allt annað. Ég ætla að fara hérna frá ykkur þó svo það sé auðvitað mjög sárt fyrir mig að gera það, en ég ætla að gera það samt vegna þess að ég ætla að vinda mér yfir tónlistarsviðið í svona bókstaflegum skilningi og hitta hér hana Jóhönnu Guðrúnu, þá frábæru ungu söngkonu. Þakka ykkur mikið vel fyrir komuna og óska ykkur bara gleðilegs árs og velfarnaðar á árinu, báðum þeim. Já, sömuleiðis. Og ég stend upp og yfirgefi ykkur. Takk. Takk. Blessuð og sæl Jóhanna Guðrún. Takk. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis bara.
Hefur það ekki bara gott yfir hátíðarnar? Jú, Er það ekki? Frábært bara. Já, og þú hefur núna getað hlustað á sjálfa þig í geislaspilarnum heima hjá þér allir jólin? Ég hlusta nú eiginlega aldrei á sjálfa mig, sko, en... Nei, er það ekki? En þú kemst ekki hjá þig svona í útvarpi kannski eða svo leiðis? Já, maður kemst náttúrulega ekki alltaf hjá því, sko. Nei, herru, þetta er 3. platan þín og þú ert hvað gömul? 12. 12 ára með 3 plötur? Já. Þú verður búin að gefa út, sko, þegar þú verður búin á mínum aldri að þú komið með svona 30 plötur. Ætlar ekki að halda áfram? Jú, já, ég býst við því. Er það ekki? Þú ert alltaf að vera betri og betri og aðdáendahópurinn alltaf stærri og stærri. Verður mikið vör við það svona þegar þú ert að labba út á götu? Já, ég er eiginlega voða lítið að spá í það. Já, einmitt. Þannig að svona, maður tekur kannski ekki eins mikið eftir í það. Nei, alveg á jörðinni, það er gott. Herru, þú ert með hundinn þinn með þér? Já, svona alveg... Hún er ekki dauð, það? Nei. Halló, hvað heitir hún? Glódís. Hæ, Glódís. Herru, ekki ætlar hún að vera í bakgröndum? Nei. Nei, hún ætlar ekki að vera í bakgröndum. Nei. Hún getur sungið. Nú, hún getur sungið? Já. Og hvernig þá? Býtu, leið okkur að heyra. Hvernig syngur hún? And you light of my life, you give me hope to carry on. You light up my day and fill my night with song. Þetta var frábært hjá ykkur vinkonunum. Og eru þið mikið að syngja saman heim í stofu? Já, ég reyni nú að spara hana svolítið svona á kjókið að þessu, sko. Syngur hún bara með þessu lagi? Já, en hún sko byrjaði þegar ég fór til Flórida fyrir í sumar og þá var ég 2 mánuði og var svolítið lengi, sko. Mamma og pappi setti þetta fóninn og þá alveg grilltust hún. Að því hún saknaði þín? Já, hljóp út alla íbúa að lita að mér. Og þá byrjaði hann að spangula við þetta lag. Já, frábært. Eftir þess vegna, sko. Herðu, þú ætlar að leyfa okkur að heyra eitthvað annað lag núna af plötunni þinni, jólaplötunni? Já. Hvaða lag er það? Það heitir Lítið barn í Jötulá. Lítið barn í Jötulá. Það er búið að hljóma öll jólin heima hjá mér. Ég á 5 ára stelpu sem að hlustar ekki annað Jóhannu Guðrúnu. Herðu, leyfa okkur að heyra þetta og takk fyrir komuna, gaman að sjá þig. Takk fyrir mig. Já, bless. Helgidag, við höldum nú jólin, handa mér og þér. Gleðidag og gjafir eins og vera ber.
Þetta var gaman að sjá. Jæja, ágættu áhorfendur, það ekki nema 3 dagar eftir af þessu árið 2002 og einn af lokapunktum ársins er auðvitað áramótaskaupið. Til mín eru komnir 2 miklir höfðingjar sem vel þekkja til þessa skaups og annars. Verið velkomnir Flosi Ólafsson og Ómar Ragnarsson. Takk. Gaman að hafa ykkur. Áður en við hellum okkur í áramótin, hvernig voru jólin hjá ykkur? Flosi? Þau voru bara hefðbundin, alveg stórkostleg. Já. Mikil rólegheit og lítil brennivín. Já, minna en oft áður. Og engar reykingar. Nei. Er ég að þér, Ómar? Mikið brennivín að þér? Já, sko, jólin hjá mér eru mjög flókin. Ég hef 17 barnabörn og 7 börn. Já. Og það er náttúrulega ekki engin jól sem að komast í hálfkvisti við jólin þegar ég átti að reka lokapunktinn á jólaundirbúninginn. Það er eina skipti sem við hjónum buðum allri ættinni. Amma gamla og allt. Og það var allt tilbúið, allir voru sestu við jólaborðið og klukkan var að vera 12, þá segir Helga við mig, Ómar, þetta korter sem eftir er til 12 getur við farið og hendi ruslapókanum úr búrinu. Ég tók ruslapókan og fer út á brennu sem þá var hérna við Kringlumýrarbrautina, stór köstur og klifraði alveg upp í topp. Og náði aldrei að klifra upp í topp og hendi henni alveg upp á efst. Og hérna, svo fer ég heim og þegar ég kem heima þá sitja allir eins og bara stjarfir við jólaborðið og ég segi ekki, hvað er það? Bara Helga mig bara gráðstæðin í bergkonum. Veistu það, jólahangikjötið er horfið. Það er allt hérna, það er uppstúið, maltið og appelsínið, það er allt tilbúið, en jólahangikjötið er horfið, þú ekki hent því. Og ég hugsa mér, með almatur, ég hendi jólahangikjötið, það getur ekki borðað neitt. Svo ég fer út og viti menn, þá myndi ég til því að ég hefði hendið mitt heim pakka lengst en upp. Ég klifra í fínu fötunum alveg upp á toppabrennunni, þá kemur maður labbandi fræjó, horfir á þennan mann, Ómar Ragnarsson, vera að snudda í brennunni mér, sem alls konar drast. Ég finn þetta og það kemur niður og hann segir, hvað er þetta að gera? Veistu það, okkur vantaði eitthvað til að borða yfir jólinu, sérðu hvað ég er með hérna, jólahangikjöt. Og maðurinn horfði bara á mig eins og bara, hvers konar heimil er þetta? Var búið að kveiki í brennunni? Nei, þetta var sko, það var safnað fyrir áramótin. Já, nú. Svo kem ég heim. Já, hún er ekki verið logandi. Nei, hún er ekki logandi. Svo kem ég heim með jólahangikjötið og svo byrja allir og amma gamla sem að maður hefur þessa vitleysu úr. Svona tens týpa svona, utan við sig. Og ég segi, jæja, amma mín, nú byrjar þú. Og hún byrjar, hún tekur svona, svolítið, hrekkur við sér, tekur hérna könnuna og byrjar að hella. Og allir horfðu á og enginn bara, horfðu allir bara og vissi ekki hvað það gera. Hún hellir og var svo hissa að það fer ekkert í glasið. Og hún er að hella svona í hringi og svo byrjar þetta að fara út af allan fína dúkinn. Þá náttúrulega áttaði gamla konan sig á því hún átti að snúa glasinu við. Og þetta var svona toppurinn á því jólahaldi. Það var hangikjötið sem að barnabarnið hætti og svona. Þessi spurning byrjaði því hvernig jólin voru hjá þér og þetta var svarið við því. Já, þetta er rifjast upp hver jól. Hérna jólasveitnin sem að rétt mátti vera að vera í sig jólabóði þegar maður var jólasveitn og annan jólum. Já, gátt að þeir voru náttúrulega. Já, náttúrulega var næstu búin að eyðileggja sig jól. Hörðu, Flossi, þú ert, af því að nú er áramótaskaupið eftir nokkra daga, þú ert maðurinn sem að fannst upp áramótaskaupið. Það er alveg óvægt að segja það. Já, er ekki óvægt að segja það? Jú, Hógvarðin uppmáluð? Ómar er nú því máli kunnugur svo sem að þegar það var líklega 1967 þá var svona fyrstu svona draugin að áramótaskaupið. Það voru, Ómar kom þá fram og einhverjir svona gaullarar fleiri heldur en hann, sko. Svo það vantaði eitthvað almennilegt í það skaup. Eitthvað. Já. Og þá var náttúrulega hringt í mig. Auðvitað. Og það var ekkert með það að við, Magnús Ingimarsson, við snörðum saman heilli óperu. Óperunni Örlagahárið, sem er fyrsta ópera sem flutt hefur verið og það voru náttúrulega tímamót í sjónvarpinu. Þetta var fyrsta ópera sem flutt var í sjónvarpinu og eftir íslenskan höfund. Og hefur náttúrulega ekki verið haldið nægilega á lofti. Nei, við veitum, engan veginn. Frekar en öðru af mínum afrekum sem eru hver helst, svona, svo við höfum aðeins yfir það. Nú, eftir þetta, svo var þetta flutt þarna, Örlagahárið, það var flutt þarna 1967 í þessum draugum áramótaskaupi og eftir það var ég beðinn í næstu 4 eða 5 árin að semja allt áramótaskaupið og vera með það. Og ég gerði það og í raun og veru, þó ég segi sjálfur frá. Já.
bara með það. Halda áfram. Þó ég segi sjálfum frá, þá var það í raun og veru ég sem að lagði drauginn að áramótaskaupunum eins og þau hafa verið síðan og hafa allir verið að reyna að ná þeim toppi sem að ég náði, þó það hafi að vísa ekki tekist. Það svo önnur saga. Allt önnur saga. Ég get alveg staðfest þetta vegna þess að fyrstu 2 áramótaskaupin voru svona þreifingar og þá var tæknin þannig að var alltaf verið að stoppa. Það þýddi ekki að vera með neitt grín, það var stoppað í miðju gríninu, að taka aftur og þá hló ekki neitt. Þannig að það var farin svo leið að þetta var bara svona gestir og gangandi, var eins og hjá Gísla Marteini. Eins og hjá Gísla Marteini. Áramótaskaupin voru svoleiðis þessi ár sem ég var með þau, 68, 69, 70, 71, að það tæmdist allt í Reykjavík, göturnar tæmdust á gamlárskvöld. Það þýddi ekki að hafa brennur eða neitt fyrir eftir áramótaskaup, það þýddi ekki að reyna neitt. Lögreglustjórinn í Reykjavík, hann hringdi til mín eftir 3. áramótaskaupið og þakkaði mér fyrir að hafa gjörbreytt öllum bæjarbrag í Reykjavík frá því að þetta hafi verið eins og bara, eins og í Villta Vestrinu og allir að sprengja allir í loftið og kveikja í og djöflast slagsmál og brjóta rúður í lögreglustöðinni. Lágmenningin. Og það þetta, þú staðfestir þetta grófja og blosa. Að sjálfsögðu, hann fann formúluna. Formúluna var svo að búa það til fyrirfram. Þá var ekki hægt að gera neinn mistök, þá gert hann gert listaverk, óhræddur og ekki að trufla hann einum tækninum örðuleikum henni, en listamaðurinn fekk bara allt sem að þurfti til þetta nákvæmlega. Akkúrat nákvæmlega. Stiffið fullkomlega. Lágmenningin var í hámarki þangað til skaupin komu. Hörðu, þessi 2 skaup, þessi fyrstu 2 skaup, eða, hvað maður segja, þegar skaupin að slíta berfskurskónum, við erum með það hérna á bandi, og svona kannski eitthvað fleira til. Við skulum líta á þetta áður en lengra haldið. Þú varst kannski að vona að við myndum ekki sýna þetta eða hvað? Eftir allar... Ekki aldeilis. Nei, ekki aldeilis. Þetta á erindi við þjóðina. Lítum á þetta. Ég hef stritað og unnið eins og skepna í dag. Kemst ég hjá því að koma klósettinu í lag. Má ég leggja lítinn haus í hálsakot, hérna eins og skot. Ef að hendi skyldi af einhverjum ástæðum vera föst, þá ágætt ráð að taka einhvern handhægan, þungan hlut, til dæmis aðra hvora leppina, og leggja hana á blaðið að framanverðu og draga síðan hendina rólega aftur úr blaðinu. Síðan leggjum við leppina einfaldlega til hliðar og nú höldum við áfram, þannig að hérna... Eigi skal höggva! Öxin hún inn í lostin, Strengur bröstin, bara við hefðum snæri. En hver veit nema kaldir sokkar, klakaföt og freðnir lokkar, hittist fyrir hinum megin, þá getum við í gleði okkar, gengið berið Laufásveginn. Hjörta
alveg frábært, drengir. Þetta er ekki alveg eins og húmórinn í dag, samt? Nú? Hvað er? Það hefur svo lítið breyst. Það get alveg trúa mér, þetta er allt öðruvísi en húmórinn í dag. Já, það er alveg rétt, það hefur breyst mikið húmórinn en þá lagar maður sér bara að því þar sem það þarf, en sumt er alveg, það breytist ekki neitt. Lagar við að húmórinn? Að sjálfsögðu. Húmórinn á að laga sig að okkur. Hann hefur ekkert breyst, þetta er akkurat húmórinn í dag. Ég finn það bara, ég finn að ég skellilega þetta. En þannig svo þetta lítur að vera húmórinn í dag. Og þú heyrir hlátraskollir í þjóðinni bara. Finnst þér þetta samsagt ekki eins fyndið í dag eins og það hefur verið fyrir 30 árum? Fyrir 30 árum var ég ekki alveg fæddur, en mér finnst þetta ágætlega fyndið, en ég sé samt að þetta er aðeins öðruvísi en húmórinn er í dag. Finnst þér þetta fyndið fyrir það hvað það er ófyndið? Það er nefnilega viss húmór í því. Í djöfull getur verið fyndið margt sem út af því hvað það er ófyndið. Já, nei það er ekki það, þetta er alveg fyndið í forsendum, en það eimir svolítið að þessu líka þarna. Herðu, en talandi þennan húmór, þú byrjaðir að skemmta mjög ungur, það ekki? 58, ég var 18 ára. Þú varst 18 ára og skemmtir út allt og söngst vísur og lést öllum millulátum. Hvað varstu að, ég meina, þú ert best ekki að því sama og kannski Jón Gnarr er að gera núna. Hvað varst að, þú varst að syngja einhverjum vísur og... Ég var með uppistand frá upphafi alltaf. Já. Og rapp meiri segja? Já, reyndar var rappið þannig að fólk ég rappaði mjög lítið vegna þess að það var ekki inn eins og kallað. Já, það var ekki salur fyrir því. Og ég var byrjaður á því þegar ég var bara 12 ára. Já. Nú ætla ég að gefa út rapplöfund á næsta ári því að þá er ég 50 ára rapparamandi og nú er það inn. 50 ára rapparamandi? Það hljómar eitthvað skringilega. Já, já. En þú fórst svona hefðbundnari leið í gegnum leiklistaskóla og varst leikari í Þjóðleikhúsinu, mikill stórleikari. Ég var alvarlegur stórleikari í Þjóðleikhúsinu í 40 ár, sko. Já. Áður en ég fór niður í Gauleríið sem Ómar byrjaði náttúrulega á, sko. Já, en Nú er ég komin aftur á móti bólakaf í húmórinn í dag. Já, eins og heyrist bara. Eins og heyrist. En þegar þú varst leikari þá var einhvern tíma þannig að þú þú varst að biðja launahækkun og það gekk ekkert alltof vel, er það? Þjóðleikhússtjórar fannst... Já, vilt að ég segi þá sögu? Já, segðu mig frá því, ég þarf að rifja þetta fyrir mér. Á ég að láta þjóðina heyra þá sögu? Já. Ertu vitlaus? Nei, ég er ekkert vitlaus. Nefna það við vorum að fara út á land með Hortabrúnni og ég var rosalega blankur þá. Það var á mig ég drap. Þá var maður alltaf svo blankur. Já. Ég fór til Guðlaugs Rósenkrantz og sagði við hana að hann yrði að hækka við mig launin ef ég færi á þetta leikverðalag. Því ég get ekki haldið heimilinu gangandi öðruvísin að fá launahækkun. Og þá sagði hann í mig, hvaða vitleis er að Lilja vinnur úti? Hvaða kemur það málinu við, segi ég verð ekki að séð fyrir mér, segi ég. En þú þarft enga launahækkun, þú er nóg kaup. En það get ég ekki taka við í launin því að þú ert alveg ómögulegur leikari. Og ég sé, hvað meinar maður? Hvað ætlar ekki, hvernig stendur á því að þú ert að gera, þú ert nýbúin að gera við mig stóran samning til margra ára og vilt ekki lofa, á hverju rekur ekki? Lætur mig fara ef ég er ómögulegur leikari. Nei, ég vil ekki missa þig, þú er svo góð týpa. Á þeim forsendum var ég 40 að fastráði stórleikari við Þjóðleikhúsinu, það ég er rosalega góð týpa. Já, svona getur maður dottið inn í hlutverki. Já, einmitt. Sömu minnin koma sko upp aftur og aftur. Einu sinni þegar vandræðagangurinn var hann að gefa út bók hérna í fyrra, Valur Ingimundarson, Ísland og umheimurinn. Vandræðagangurinn með herinn. Og þetta getur maður notað aftur og aftur því þá var lag sem heit Gimme a Ding, heitir það. Og það er svona nokkuð svona því að vera ef að her fer að vera hér, en vera er ef að her, búið skveras hér. Spurning er hvað svo her á að gera hér, verður á það með eða fer. Kratar viljan kinnar, komar viljan burt. Framsókn viljan fari, en fá að vera umkjurt. Því að ver, ef hann er, en vera er, ef hann her. Ekki lengur, hvað finnst þér og mér? Því að vera ef að her fer að vera hér, en vera er ef að her, búið skveras hér. Spurning er hvað svo her á að gera hér, verður á það her eða fer. Verður á það þarna eða hér, verður á herinn hérna eða þar. Og svo framvegis. Svo bara fyrir 2 árum, þá fara
kjósum flugvöllinn, alveg sama aftur. Því að vera ef hann fær að vera hér, en vera hér ef hann byrst spila sér. Spurning er hvað hann á að gera hér. Verður hann á völlinu eða fer. Solla það samti að setja mýrina í. Samt hún virðist vera alveg á móti því. Hrafn, hann vil byggja blokkir alveg spes. Bara ef enginn þeirra verður sett við Laugarnes. Því að ver, ef hann er, en vera er, en hann fer alla leið út á Löngusker. Því að vera og ofsa framvegis. Nú er Solla. Því að vera ef hún fer að vera hér, en vera er ef hún þurfti skvera sér. Spurning er hvað Solla á að gera hér, verður hann Solla eða fer. Vinstri grænir og Framsókn segja hún verði að fara burt. En vinir hennar í Samfylkingunni að hún verði kjört. Og líka að hún fá að verða forsætisráðherra, þó hún felli Halldór og alla stjórnina. Því að ef hún er, en vera er ef hún fer alla leið, hvað finnst þér á mér? Því að ef hún fer að vera hér, en vera er ef hún búið spyrir sér. Spurning er hvað Solla á að gera hér, verður á Solla eða fer, verður Solla þarna eða hér, verður Solla hérna eða fer. Þetta var rosaleg tónlistaratriði. Heyrðu, ég ætla að láta ykkur sitja hérna aðeins áfram. Það er komin ný hljómsveit á sviðið og það er nú hvorki meira minna en vinsælasta hljómsveit landsins, Írafár. Ég ætla að fara yfir, tala við þau, fáum eitt lag, svo hitti ég ykkur aftur á eftir. Hvað gerum við á meðan? Þið bara sitið hér og njótið tónlistarinnar. Er við að taka þetta upp sem þú ert að segja við okkur núna? Já. Nei. Þetta er allt í beinni útsendingu. Ég gerði ráð því að þetta yrði útsendingu. Það gerði það hluti bara taka. Til öryggis. Til öryggis. Ég vona að þú gætir örugglega komið þess að vísu er eða fer sko um mig núna þegar ég fer en ég býðu með það. Ég fer allavega, ég er ekki. Komið þið blessuð og sæl krakkar, gaman að sjá ykkur. Gleðileg jólin. Já, gleðileg jól. Gleðileg jól. Herði, þið eru fyrstu gestinni sem verða góðkunningjar laugardagskvölds. Þannig að þið eru fyrstu gestinni sem koma tvisvar. Þvílíkur heiður. Já, bara takk fyrir okkur. Gaman að fá ykkur. Það kemur náttúrulega til að því að síðan komið síðast, þá hafið þið slegið svo rækilega gegn að... Það er allt þættur að þakka. Já, er það ekki? Þið gerðu Guðna Ágústsson að vinsælasta ráðherranum með því að láta hann flytja fingur og... Já, við reyndum að fá hann til að koma og taka lagið með okkur. Já, hann var upptekinn með jólin. Annað gigg í kvöld, já. Syngja annars staðar. Þessi ótrúlega sala á blötinu, þetta er fyrsta platan ykkar og þið farið beina leið á toppinn. Þetta er bara yndislegt. Við erum búin að segja áður, við erum að klípa okkur og býja eftir vökn. Já, einmitt. Þetta er æðislegt. Já, og hvað, ég meina hvað... Þetta er búin að vera magnast bara núna síðustu ár síðan við byrjum að senda út lög. Já, þegar við erum að senda svona eitt og eitt lag. Já. Og svo koma þau öll saman á þessari plötu og nýju lögin líka, sem að líka ætla að vera greinilega jafn vinsæl. Já, það er allavega virðist vera. Já, það virðist vera. Það er gaman að fá svona ungt og hógvært fólk eins og ykkur í þáttinn. Herðu, en hvernig hafið þið haft á jólin? Eru þið voruð að spila mikið eða hvar voruð þið til dæmis á aðfangadag og jóladag? Við vorum öll heima hjá mömmu og pappa. Ekki mömmu og pappa, allir hjá sínu foreldrum. Og við vorum 3 út á landi. Ég var á Húsavík og hann á Selfossi, Siggi á Ísafirði. Já, þannig að þið komið mikið utan á landið eða hvað? Við erum öll utan á landið nema hann er Breiðholtinu. Svo erum við búin að vera að spila núna, vorum á annan í jólum á Höfn í Hornafirði og í gær á Húsavík. Og erum að fara núna austur í kvöld. Hvað er þetta? Ekkert frí hjá tónlistarmönnum? Nei, ekki mikið. Frí á gamlars. Frí á gamlars. Við ætlum að hafa það gott heima. Hvað tekur svo við á árinu 2003? Hjá vinsælustu hljómsveit landsins? Byrjum á að taka smá pásu. Byrjum á að hvíla okkur pínum. Svo fyrir við bara allt okkur. Já, hvíla aðra á okkur einmitt. Já, heyrðu, það er alveg gaman að við fáum þá svona síðasta flutningin hjá ykkur í bíli allavega. Algjörlega. Og hvaða lag fáum við að heyra? Það heitir Stóri hringir. Við ætlum að hitta okkur upp fyrir ballið og fara í smá... Stóri hringir og hjartalaga, hjörtun, hjartarheitnum jólinn og síðast þetta. Já, ég er innblásinn frá biskupnum. Heyrðu, takk fyrir komuna. Þið farið að taka í danssporin. Já, við Ómar og Flósi við dansum. Heyrðu, takk fyrir komuna og gleðilegt ár. Takk fyrir okkur. Svo opnist
rigningu rennur grasið, en ég vil sjá meira. Stórir hringir og hjartalaga sem síðan breytast í þig. Dimblár himinn hreyfist með þér, svo aftist í kringum þig. Stórir hringir og hjartalaga sem síðan breytast í þig. Dimblár himinn hreyfist með þér, svo aftist í kringum þig. Stórir hringir og hjartalaga sem síðan breytast í þig. Dimblár himinn hreyfist með þér, svo aftist í kringum þig. Stórir hringir og hjartalaga sem síðan breytast í þig. Dimblár himinn hreyfist með þér, svo aftist í kringum þig. Þetta eru frábær. Þetta eru flotti krakkar. Já. Heyrðu, en hérna, við þurfum að fara að ljúka þessu bara. Hérna, já, ég veit að þið... Ómar vill halda áfram. Segir hann að Hann er svo gaman í sjónvarpinu. hann er alveg eiginlega reyður sem þeirra að hætta, skilurðu, og þá ætti hann að koma því yfir á mig. Já, það er gætna með. Heyrðu, þetta var góð þessi vísa sem fórst með áðan. Þetta er náttúrulega fáránlegt. Ég er kjósandi í Reykjavík og hún verður þingmaður, þá er það þannig að hún er þingmaður minn af því að ég er þeim með Miklubrautina, en ef ég er með hinn með brautina, þá er það þingmaður minn og borgarstjóri. Þeir eru ekki þingmaður minn en borgarstjóri. Það er spurning hvar hún er hún hér eða er hún þar eða hvað, ég er alveg að fara með þetta. Nei, ég er ekki að fara með það. Nei, þetta er ekki hægleikakvöld. En ég talað um hægleikakvöld, svona rétt í lokin, það er sá vettvangur sem þið hafi hist á undanfarin ár. Þið eru svona minna kannski í áramótaskaupunum núna, meira í hægleikakvöldunum. Það er grasrótin, það hitta fólki. Já, og stundar menninguna. Þar hafið þið ort hver annan, bara rétt í lokin, Ómar. Já, þannig er sko að við erum búin að vera í þessu núna eitthvað 15-16 ár og þetta er eiginlega okkar örlaga hár nema það að sé bara hjá honum ekki á mér. Og ég veit náttúrulega ekki, Flósinn er kannski að fara að þörla, okkur er að fara að þörla svona á einsum sviðum sem eru konar um aldur. Já, þér svolítið, já. Mér svolítið, já, við vorum að hægleikakvöldi og ég er með undirleikar sem er heimilislæknir og Flósinn var búið að forvitinu það að væri komið svona Viagra nefúði. Ef hann myndi ekki nefúðan, þá virkaði hann bara alveg leið, bara hann er fullri reismað. Það að fara að klæma? Nei. Ég skauti þetta alveg í kaf og Haukur var alveg sammála. Viagra yrði allavega illvíkt í nefinn og Flosa því eflaust að stækkaði óskaplega einnig langt og gosa. Bara að gleyma þessu. Flosi, þú svarar þessu. Það er að tala um nefið, þá get ég að tala um skallan. Ég orti eina um hann og hann Steingrímur Sigfússon. Já, þið vinnum skallað því að hún var svona... Það er nýðast á mönnum. Af skáldum bera skatnar tveir, sköllótt göfumenni, að höfuð príði hafa þeir há og fögur enni. Á þeim hárið illa grær, öngvan hafa þeir makka, út af því að enni nær aftur fyrir hnakka. Þetta er flott. Þetta er flott. Já, þetta er flott, ég skil ekki. Þetta er svo flott. Það segir sér bara sjálf. Þetta er flott. Þetta er virkilega flott. Öllum hliðum skilur við. Já, alveg. Þú ert ómögulegt að satta frá, ég er flott. Heyrði, það var gaman að fá okkur vinnina hingað upphafsmenn áramótaskaupsins. Þið verið stjarfir fram að skjáan á gamla skvöldu, ekki? Jú.
Jú, þið veit það. Stjarfir? Já. Nei. Já, þú getur séð hvað sem þú vilt út af þessu. En þættinum er lokið. Takk fyrir komuna og gleðilegt ár. Sömuleiðis. Ég vil þakka öllum gestum mínum fyrir komuna og ykkur fyrir samfylgdina. Síðasta laugardagskvöldi ársins er lokið og við sjáumst eftir áramótin. Guð gefi ykkur öllum farsælt og gleðilegt ár. Takk fyrir í kvöld og verið bless.